Við erum að tala að byggja Guð í helgidóm og við ætlum að tala líkama hans í dag. Við ætlum að brjóta brauðið hér í dag og það svo yndislegt þegar líkaminn starfar. Þegar líkaminn þjónar og Guð mitt á meðal okkar. Og ég trúi því að hann sé að lækna fólk hér í dag og ég trúi því að hann vilji snerta við okkur í dag. En ég búinn að tala nokkra sunnudaga að reisa Guði helgidóm. Og það ritning sem í 2. Mósebók, 25. kafla, 8. og 9. vers. Þar segir, Guð blessi ykkur, ungu konur. Þar segir, þeir skulu gjöra mér helgidóm. Það getið, þeir skulu gjöra mér helgidóm. Og við erum búin að tala þetta og ég ætla bara að minna á þetta. Þetta ekki ný kennsla. Ég bara að minna okkur á og ég vil skerpa okkur í dag að Guð að segja við okkur að við eigum að byggja honum hús. Við eigum að byggja honum hús til hvers? Hann segir, þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég dvelji mitt á meðal þeirra. Guð vill að við byggjum honum hús þar sem hann býr. Og ég búinn að segja það svo oft að Guð vill hafa húsið sitt eins og hann vill. Við vorum að fá fjölskyldu í Keflavík og þau keyptu hús eins og þau vildu búa í. Ekki eins og ég vildi búa í, eða ekki eins og einhver annar vildi búa í. Hann sagði mér drengurinn að þau eru svo ánægð með þetta hús, þarna vilja þau búa. Af því að þetta húsið þeirra, húsið sem Guð gaf þeim. Sjáðu, Guð, hann vill að við byggjum honum helgidóm og hann segir í versi 9 að þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúðinu og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sýna þér, sem þýðir það að Guð, hann hefur gefið okkur teikningu af helgidóminum sem hann ætlar að dvelja í og við eigum að byggja eins og hann hefur teiknað og hann vill fá að dvelja þar. Og þegar við erum að lofa Guð að þá erum við að reisa honum hásæti í helgidómi hans að hann taki vald yfir sjúkdómum, hann taki vald yfir því sem að hrellir okkur, hann taki vald í andaheiminum og til þess kirkjan. Hún líkami Jesú Krist að hans andi og hans, það segir, þegar spámaðurinn sagði og Jesús sagði andi drottins yfir mér, til hvers? Til að boða fátækum fagnaðarendi, til að boða blindum sýn, til að boða herteknum frelsi, bandingjum lausn. Andi Guðs kemur alltaf til að veita bandingjum lausn. Bandingjum lausn. Bandingjum lausn. Við erum ekki klúbbur. Við erum lifandi líkami hins lifanda Guðs. Andi Guðs býr hið innra með okkur og hann vill fá að vera þar. Og í 2. Krónikubók segir að hann segir ef að líður minn sem við mig að kendur auðmikið ef að líður minn elskar mig, við getum sagt það þannig að þá vil ég vera þar alla daga, augu mín, eyru mín og nafn mitt mun búa þar. Eyru mín, augu mín og nafn mitt skal búa þar. Vitið, það frábært að geta átt samfélag, við komum saman og við vitum það að augu drottins þar, eyru drottins þar, nærvera hans þar og nafn hans þar. Og þetta það sem Guð, það hús sem að Guð vill að við reisum honum. Og ég var að hugsa í morgun að það þessi þrá Guðs eftir að eiga samfélag við mannin. Af hverju þrá okkar ekki jafn sterk og hans að eiga samfélag við hann eins og hann þráir eiga samfélag við okkur. Í Sálmi 81 vers 8 þá segir óa líður minn vildi heyra mig. Óa líður minn vildi, jafnvel í Gamla testamentinu, þá þráði Guð, hann þráði fólkið sitt. Hann sagði óa líður minn vildi heyra mig.
Og í Jakobs bréfinu þá segir að með afbrýði þráir hann andan sem hann gaf bústað í okkur. Guð gaf okkur af sínum anda og hann er afbrýðisamur. Og Biblían, Passjón-biblían okkar, eða Nýja testamentið, hún segir þetta svo vel að andinn sem Guð blés í hjört okkar, hann er afbrýðisamur elskugi sem með ákefð þráir meira og meira af þér. Hugsið ykkur, svo játar fólk bara Krist og við köllum það fermingu og svo farið í eitthvað allt annað ferðalag í staðinn fyrir að þegar þú játar Krist að þá ert að gefast honum og hann vill fá meira og meira af þér. Þetta snýst það að þú ert að byrja nýja vegferð, þú ert að byrja nýtt hjónaband, þú ert að byrja nýtt samfélag við hinn almáttuga, volduga, mikla, heilaga anda sem dvelur á meðal okkar í Jesú Kristi. Halleluja. Ég elska nærveru hans. Ég elska hann og ég elska nærveru hans. Og ég þrái svo við byggjum honum hús, mér er sama hvort við erum 2 eða 3, bara að Guð sé þar. Eins og ég sagði, við erum ekki að byggja klubb, við erum að reisa honum hús, dvalarstað, þar sem hann vill dvelja, þar sem honum líður vel. Þar sem, hafið þið lesið ritningar, þar sem talað að þjóna drottni. Sjáðu, flestir sem að tala kirkju í dag, þeir segja, hvað fæ ég? Hvernig ætla kirkjan að þjóna mér? Nei, Biblían, hún talar að þeir föstuðu, þeir komu saman og þeir þjónuðu honum. Hvað með það að við þjónum honum? Við komum ekki í kirkju til að sjá hvað við fáum, við komum til þess að þjóna hvert öðru, til þess að gefa af okkur, til þess að byggjast upp, til þess að við getum farið út með hennan kraft alla vikuna, lagt hendur yfir sjúka, reist upp dauða og leyft anda Guðs að starfa í gegnum okkur. Halleluja. Guð, hann er lifandi Guð og hann núna þegar myrkri flæðir yfir, þá segir að ef við stöndum upp, þá mun dýr Guðs koma. Sjáðu, það er myrkur sem er yfir jörðinni og það er nóg að öllu þessum myrkri, sorg og amstri, en þeir sem standa upp, þeir munu sjá dýr Guðs, segir í Jesaja bók. Amen. Þannig að kirkja Jesú Krist, hún er líkami. Og mér langar að lesa hérna nokkra ritningastaði, í sambandi við líkamann. Við ætlum að ganga að borði drottins og það eru margir sem misskilja þetta að nú erum við að ganga borðinu. Þegar við gengum til altaris, þá gáfum við honum líf okkar. Þá lögðum við líf okkar á altarið. En síðan göngum við inn í fortjaldið og nú göngum við að borðinu, sáttmála borðinu. Amen. Að við erum að ganga sáttmála, við erum að taka þessum nýja sáttmála. Og í Jóhannesar Guðspjalli, ég ætla aðeins að bara í Jóhannesar Guðspjallinu, svo við höldum áfram bara endirinn á þessari hugsun að við erum að byggja Guði hús, byggja honum helgidóm. Jóhannesar Guðspjall 14:23 segir að sá sem varveitir orð mitt, orð mitt, hann er sá sem elskar mig, segir á einu stað. Sá sem varveitir orð mitt, hann er sá sem elskar mig. En sá sem varveitir orð mitt, hann er sá sem er að byggja samkvæmt minni teikningu. Svo segir, til hans munum við, ég Jesús, Faðirinn, koma og við bara ætlum að eiga heima þar. Amen. Ég man þegar ég frelsaðist hvað þetta orð blessaði mig. Ég sagði, já, þetta vil ég. Við munum koma og við ætlum að gera okkur bústað hjá honum, hann sem varveitir orð mitt. Sá sem varveitir orð mitt. Við erum ekki að, ég upplifi það fyrirgefið að sumir kristnir, þeir eru eins og lögfræðingar að vita hvernig þeir geta komið svona, verið alveg á ystu nöm eða heldur að þetta sé synd eða heldur, nei, ég vil bara varveita orðans. Ég ætla ekki að ganga eftir á einhverju línu, ég vil að orð hans dvelji í mér og ég vil varveita orð hans í hjarta mínu og ég vil hafa hann sem drottinn í hjarta mínu. Nú, fyrra Korintubréf, nú skulum fara í 12. kaflan, þar segir í versi 12 og við erum að
sem sagt koma að þessari sáttmálamáltíð sem líkami hans. Þar segir, því eins og líkaminn einn, hefur marga limi, en allir limir líkamans, þótt margir séu einn líkami, allt svona, fullt af puttum og fullt af, sumir hafa mismunandi mörg hár, þeim fækkar á ákveðnum stöðum á mínum líkama og koma fram á öðrum stöðum þar sem ég vil ekki hafa þau og það gerist þannig með aldrinum, en við erum ekki endilega að tala um það, en eins og limirnir á líkamanum eru margir, það segir, þannig og Kristur. Þannig og Kristur. Hvað hann að segja? Jú, hann að segja eins og Kristur, hann eins og líkami. Hann eins og líkami með alla þessa limi sem við höfum. Við skulum lesa líka í Rómverjabréfinu, það önnur svona einsritning, Kristur líkami, Rómverjabréfið 12. kafli, vers 4 og 5, lesum það. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Tóku eftir því. Það eru margir limir á einum líkama, en þeir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við þótt margir séum einn líkami, en hver sig annars limir. Eins erum við þótt margir séum einn líkami í Kristi, en hver sig annars limir. Eins erum við þótt margir séum einn líkami í Kristi, en hver sig annars limir. Nú, síðan komum við að versi hér, Efesusbréfið 1:23, þar segir, en kirkjan líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Kirkjan líkami hans, við erum búin að lesa hvernig líkaminn með marga limi, allir hafa ekki sama starfa, en nú sjáum við að kirkjan líkami hans sem fyllist af honum. Þannig að hann kemur til að dvelja þar, kirkjan dvalarstaður hans, kirkjan helgidómur hans. Þess vegna eigum við sem hans kirkja að reisa honum hús fyrir það fyrsta, síðan eigum við að halda húsinu hreinu, vitið það? Það mjög mikilvægt ef við eigum heimili og ef heimilið aðlagandi að heimili sé hreint. Það mjög leiðinlegt fyrir drottin að koma inn á heimili þar sem óuppvaskað og þar sem gólfin eru skítug, ekki verið þurrkað af í marga daga. Ég meina, Guð vill að við höldum húsinu okkar hreinu. Og það góða við Jesú að hann hefur lofað að hjálpa okkur. Hann sagði við Pétur, ef ég þvæ ekki fætur þínar, þá áttu enga samleið með mér. Þeir sem fylgja Jesús vill fá að þvo þeim, hreinsa þá. Hann hjálpar til við að þrífa húsið. Frábær Guð, frábær drottin. Að hann hjálpar okkur og hann þvær okkur og hann hreinsar okkur. En síðan segir líka á öðrum stað, sá sem hefur þessa von til hans, þetta í Jóhannesarbréfinu, að hann hreinsar sjálfan sig. Hann hreinsar sjálfan sig. Kristur hefur hreinsað okkur og síðan eigum við að hreinsa okkur þegar við horfum í spegilinn orð Guðs og sjáum hvernig við lítum út, að þá hreinsum við okkur einnig. Þannig að kirkjan, hún líkami hans, fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Og nú skulum við bara lesa hérna yfir í Korintubréfinu 12. kaflanum frá 12-13 versinu, við skulum bara lesa þetta. Því eins og líkaminn einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans þótt margir séu einn líkami, þannig og Kristur. Í einum anda vorum við allir skírðir til að vera einn líkami, hvort sem við erum gyðingar, Grikkir, þrælar eða frjálsir, og allir fengum verið einn anda að drekka. Við vorum skírðir til að vera einn líkami. Hér verið að tala endurfæðinguna, þetta ekki niðurdýfingaskírð, hann að tala hvernig við endurfæddumst inn í líkama Krists. Við vorum skírðir, við dóum sjálfum okkur og vorum reist upp með Jesú Kristi. Því að líkaminn ekki einn limur, heldur margir. Ef fóturinn segði fyrst ég ekki hönd, heyri ég ekki líkamanum til, þá hann ekki fyrir það líkamanum óháður.
Ég var að hugsa, þegar ég las þetta vers, ef fóturinn segði fyrst ég ekki hönd, þá heyri ég líkamannum ekki til. Stundum kemur fólk svona inn í kirkju og það segir, ég man að það kom einhvern tíðan fólk hérna og einhver, já, heyrðu, það er fólk hérna í lofgjörðinni og það er þessi hérna að predika og ég get ekkert gert. En hérna hann að segja að þó ég sé ekki þetta eða þó ég sé ekki hitt, þá ég þar með ekki, þá ég samt hluti af líkamannum. Við misskiljum svo oft. Stundum, ég kom hérna á samkomu frá útlöndum á síðasta sundag. Rosalega fannst mér gott að setjast hérna og láta mata mig. Hann Aðalbjörn talaði svo frábært orð hérna síðasta sundag, frábær kennsla og ég kom hérna inn og ég þurfti ekkert að gera. Það var fólk hérna að leiða lofgjörðina. Mér fannst svo yndislegt að koma og láta bara mata mig. Og jú, ég fekk að biðja fyrir einhverjum og eftir en það er svo yndislegt að vera hluti. Við fórum ég var 4 daga í Georgia, ég fór á 4 samkomur á 4 dögum. Ég vaknaði klukkan 7 á morgnin til að fara, ég var í sumarfríi, til að fara á biblíulestur með kallmönnum og mér fannst svo gaman. Ég þurfti ekkert að gera, ég hef bara hlusta. Mér finnst gaman að koma í kirkju, gaman að vera hluti af líkama Jesú Krist. Þannig að þetta vers að segja okkur að fóturinn fyrst ekki hönd. Ég meina, þetta skiptir ekki máli hvort þú ert hönd eða fótur. Þú ert jafn mikill hluti af líkamanum. Þetta frábær mynd sem hann að gefa okkur og þið getur bara lesið þetta. Lesið þessa klausu. Fyrst ekki auga, heyri ekki líkamanum til. Þá það ekki þar fyrir líkamannum óháð. Ef líkamannum væri auga, hvar væri þá heyrnin? Ef hann væri allur heyrn, hvar væri þá ilmannin? En nú Guð sett hvernig einstakann lim á líkamann eins og honum þóknast. Vá, takið eftir því. Ef að Guð hefur sett þig sem auga, vertu þá ánægður með að vera auga. Ekki vera að grenja og vilja fá að vera hönd. En vitið, þetta mjög algengt í líkama Krists. Að augun eru grenjandi og vælandi af því að þau eru ekki hendur. Og nú nota ég táknmál. En sjáðu að það best að vera maður sjálfur. Langbest. Langbest. Ég hef stundum beðið Guð að leyfa mér að vera eitthvað annað. Þreyttur á þessu. Bara sitja út í sal og gera ekki neitt. Og ég trúi því að sá dagur komi. Halleluja. Kirkjan verður full af ungu fólki sem tekur við. Við erum búin að fá einn hérna. Og við þurfum að fá næstu kynslóð til að taka við. En það þýðir ekki það að við eigum ekki að gera neitt. Við höldum áfram að vinna verk Guðs. Við eigum að vera feður og mæður fyrir næstu kynslóð. Ef við lesum áfram, auga getur ekki sagt við höndina, ég þarnast þín ekki, né heldur höfuðið við fætina, ég þarnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamann nauðsynlegir sem virðast veri veikbyggðara lagi og þeim sem oss virðast veri óvirðulegara lagi á líkamannum, þeim veitum við því meiri sæmd sem við blíðumst vor fyrir, sínum við því meiri blíðunasemi. Þess þarnast hinnir ásjálegu limir voru ekki, en Guð setti líkamann svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri sæmd. Til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamannum, heldur skyldu limirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Það eru nokkrir limir í veikbyggðara lagi, þeir eru nauðsynlegir og eitthvað sem við sjáum aldrei. Ég fór að hugsa æðarnar sem liggja fram í fingurgóma, að þetta eru nauðsynlegir hlutir af líkamannum. Við sjáum þetta aldrei og við vitum ekki að þetta er til og það er svo margt í líkama Krists sem við kannski sjáum ekki. Sumir vita ekki hvað þess er að gera eða hinn er að gera, en Guð er að nota alla limi líkamans til að vinna sitt verk, jafnvel þó að það sjáist ekki. Og þess vegna ættum við aldrei að líta smáum augum á okkur sjálf, sama hvað við gerum í líkama Krists. Og já, ég var að hugsa þjónustur. Ég meina, þjónustur í líkama Krists, sem ég segja, ég myndi aldrei vilja þrífa klósettinn. Eitthvað svona, ég meina,
það ekki nógu andlegt. Ég man þetta predikara sem hann fór á ráðstefnu einu sinni, hann var mjög þekktur og frægur predikari síðar. En hann var settur í það að skúra á klóstinn og hann grét og hann kvartaði við Guð, sagðist ekki vera komin hingað til þess að gera þetta. En sjáðu til, það alveg sama hvað við gerum í líkama Krists, að það allt jafn nauðsynlegt. Það þarf einhver að gera þetta og ég ekki of andlegur til þess að gera það. Það ekki langt síðan ég gerði það hérna í þessari kirkju af því að sá sem gerði það fór í frí. Þannig að það alveg sama hvað það allt þjónusta og sá sem að í dyrunum hérna að hann eiginlega í bestu aðstöðu til að ná fólki og leiða það til Jesú Krist áður en hann fer út eða biðja fyrir því, lækna það. Þannig að það skiptir ekki máli hvar við erum, það skiptir máli að við höfum þetta hugafar, ég ætla að þjóna mínum Guði. Nú líkaminn eins og ég sagði áðan að hann ekki bara í kirkjunni, en þegar hann kemur saman í húsi Guðs, þá eins og að koma heim í góða kvöldmáltíð og þá hressumst við öll, endurnærumst öll og síðan förum við til okkar starfa. Og þar vinnum við verk Guðs. Og það svo oft, það bara verið í hjarta mín í mörg ára, kirkja lifandi líkami, kirkja ekki endilega samkomuherferði þó sé ekki rangt við það, kirkja ekki endilega þegar við förum öll í trúboð þó sé ekki rangt við það, kirkja þegar ég í vinninu, eða þegar ég í skólanum, eða þegar ég þar sem ég og fólk sér Jesú í mér, þar sem ég þá þetta bara eðlilegt. Að ég ekki að búa neitt til, fólk bara sér Jesú, ég segi fólki frá Jesú, ég fer inn á bílasölunni að skoða bíl og ég kannski fer að tala með einhvern, já, og ég segi honum frá Jesú í leiðinni, það eðlilegt. Það hinn lifandi líkami. En að byggja Guði hús, það var hérna bara eitt sem ég langar að gefa okkur. Líkaminn hefur mörg nauðsynleg líffæri sem aldrei sjást. Ef hjarta hættir að slá, þá líkaminn óstarfhæfur, blóðið streymir frá hjarta og fram í fingurgóma. Hjartað eitthvað sem við sjáum aldrei og bænin í kirkjunni, ég trúi því að hún sé svo nauðsynleg. Þess vegna erum við bænakirkja númer 1. Við erum bænakirkja, við viljum brjóta niður vígi yfir landin okkar, við viljum taka niður tignir og völd og við viljum líka senda út fólk til þess að bera honum vitni, en ef að bænin ekki til staðar, að þá í raun og þegar Páll predikaði, þá sagði hann, biðjið fyrir mér að Guð opni dyr fyrir orðið. Ef einhver fer út að predika, þá biðjum við fyrir honum að Guð opni dyr vegna þess að bænin hluti af því sem að gerast. Það tengingin við höfuðstöðvarnar. Amen. Þér líkami Krists, limir hans hver sig, Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, þér líkami Krists, limir hans hver sig. Þér líkami Krists. Við erum þessi helgidómur, bæði saman og sem einstaklingar. Og nú skulum við koma hérna í 10. kaflan, til að lesa, til að biðja þau kannski að koma hérna bara, hana Aðalbjörn og hana Neríu, þau ætla að deila út til okkar. Það segir, sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists, brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt, erum við hinni mörgu eitt líkami, því við höfum allir hlutdeild í hinnu eina brauði. Við eigum öll hlutdeild. Bikar blessunarinnar, við viljum líf hans, við viljum hans líf í okkar lífi, eitt brauð, allir meðlimirnir, allir limirnir á líkamanum eiga hlutdeild. Og við erum að segja í raun og veru við Drottinn, við drekkum í hans minningu og við erum að segja við viljum tilheyra þér, við viljum vera hluti af þínum líkama. Við viljum taka lífið frá þér
sem í blóði hans. Við viljum byggja þér helgidóm, við viljum vera í sáttmála við þig, þú ert okkar sáttmála Guð, þú ert okkar faðir, þú ert okkar stóri bróðir, heilagur andi í æðum okkar, blóð þitt rennur í æðum okkar, við erum blóðtengd þér, Drottinn Jesús Kristur. Amen.